Nú ætlum við að kíkja á dæmi 1c í verkefni í hluta 3.11. Í c-liðnum jafnan f af x jafnt og x í fjórða mínus 4x og við eigum að finna skilgreiningarmengið, núllstöðvar, einhallabil, staðbundin útgildi og að lokum rissa upp fallið. Skilgreiningarmengið í raun táknað sem df og það í raun hvað hægt að setja inn. Þetta rosalega oft bara rauntölur. Má setja inn allar tölur. Ef það rótarmerki í þessu eða deilingarmerki, þá útilokum við ákveðna hluti. Við setjum ekki mínustölur undir rót. Við deilum ekki með 0. Þá þurfum við að útskilja það. Stundum skilgreiningarmengið gefið fyrirfram það séu takmarkaða tölur sem má setja inn. En þegar við erum bara með svona jöfnu, þá þetta yfirleitt bara Núllstöðvar, þá gerum við einfallega 4x í fjórða mínus 4x jafnt og 0 og þá fáum við út, við getum tekið x út fyrir svega, x í þriðja mínus 4, þá fáum við út annars vegar x jafnt og 0, x í þriðja mínus 4 jafnt og 0, x í þriðja jafnt og 4, x jafnt og þriðja rótin af 4. Þannig að núllstöðvar eru x 0 og þriðja rótin af 4. Skráum það svona. Einhallabil og staðbundin útgildi, þá þurfum við að diffra. Þá diffrum við þetta 4x í þriðja mínus 4 og finnum núllstöðvar í því. Þá tek ég 4 út fyrir svega, x í þriðja mínus 1. Það hjálpar mér nú svo sem engin ósköpun, kannski pínu, x í þriðja mínus 1 jafnt og 0. Og þá fæ ég út að x í þriðja jafnt og 1 og þriðja rótin, þá þarf ég í raun að taka þriðju rótin af 1 og það gefur mér að x jafnt og 1. Og það segir mér að það staðbundið útgildi þegar x jafnt og 1, en þá þarf ég að setja x jafnt og 1 inn í upphaflegu jöfnuna. 1 í fjórðaveldi 1, mínus 4 sinnum 1 sem mínus 4, þannig að 1 mínus 4 jafnt og mínus 3. Og það í þegar x jafnt og 1, þá fáum við mínus 3 út. Og við skulum byrja að rissa þetta fall örlítið upp. Við vitum ýmislegt nú þegar. Við til dæmis vitum að fallið hefur 0 punkta af því að við fundum núllstöðvar í, ef þetta 1 og þetta 2, þá núllstöð cirka hér. Við vitum að það í mínus 1, 1,-3 punktur, sem sagt útgildi. Og nú þarf ég bara að sjá hver hallatalan á þessu öllu saman. Og kíkja þá á einhallabilin. Og það ger ég með því að setja inn, byrjum á að setja bara inn tölu sem í mínus 1. Og ef ég set það inn í diffranlega fallið sem var þetta hér. Þetta í raun og veru f merkt af x. Og svo séum við nú með þetta eins og þetta á að vera. Ef ég set inn mínus 1 hér, þá fæ ég 4 sinnum mínus 1 sem mínus 4
að þá fæ ég -8. Þannig að hér er fallið greinilega með mínus hallatölu, þess vegna er það á leiðinni niður hér. Ég get teiknað mynd eins og við stundum gert. Þannig ef að 0 er hérna, að þá er fallið á leiðinni niður hérna megin. En frá 0 upp í 1 og hérna væri þá þriðja rótin af 4 sem er tæplega 2. Að hér, ef ég seti inn hálfan, hálfur í fjórðaveldi er frekar lítil tala og hálfur í fjórðaveldi er miklu minni en 1 og -4 sinnum hálfur sem er -2. Þannig að 1 minni en 1 -2 gefur mér mínustölu, þannig að það er líka á leiðinni niður hér. En ef ég seti inn 2, 1,5 segi ég, þá fæ ég plústölu og hérna líka plús, þannig að þetta segir mér að fallið er einhvern veginn svona. Þetta er ekki mjög nákvæmlega að tegna hjá mér. Það getur borgað sig að slá þetta inn í einhverjar svona teiknivélar á netinu. En þá þurfum við að skrá einhallabilin. Það er í raun það eina sem við eigum eftir að skrá. Og þau skráum við. Það er sem sagt minnkandi frá mínus óendanlegu í 0 nei, ekki 0 í 1 og það er vaxandi frá 1 í óendanlegt. Það er nú svolítið þröngt hjá mér. En það er vegna þess að fallið er minnkandi alveg hingað niður, þó að það breytist aðeins hérna á milli, þá er það minnkandi hér og svo er það vaxandi hér, eins og myndin sýndi okkur hérna. Það er minnkandi alveg niður í 1 og vaxandi eftir það.